Já. Varstu með mig á mute? Þú varst á mute. Helviti, ég var að segja sögu. Já, ég er... Það er verið að mjúta mig. Skítrættur. Ég er skítrættur að við séum að detta inn í nýjan föstudagsskaffi hérna. Já, býtu hvað, akkur er grænt hérna? Já, ég hef verið að lækki þér, sko. Djöfull, talaru hátt eitthvað. Ég verið að lækki mér? Já, núna er ég að því. Núna lækki mér rostan. Já. En þú lækkar aldrei í mér lavassa þostan? Nei, svo er það. Við erum hérna sullandi lavassa upp alla veggi. Já. Og... Við verðum samt að segja frá vandamálinu. Hvað, já. Við mistum púðavélinu okkar. Já, það var alveg ferlegt. En ég var hnuplað. En við erum á leiðinni, það er á leiðinni. Þannig að það var ég á skrifstofunni. Já, hvað er púðavélin? Já. Ég sagði stráka, ég rætti þessu bara. Förum í franska pressu. Já. Og tökum lavassa Guarda di Rossa, malað. Já, þú hendir í þetta? Já, kaffi sem við vorum að drekka þetta í morgun. Já, ég veit það. Þetta er upp á held. Ég segi það má ekki falla frá gömlu góðu gildunum. Nei, þessu nútíma samfélagi, við erum að hlaupa allt og hratt. Ég segi það, en ekki alltaf taka púðana. Ég segi það, Helltu upp á kaffi handa gömlum. Já, álhylkin, þetta er náttúrulega álhylki. Þetta er Zero, CO2. Nú? Ekkert kólefnisspor, það er bara Zero. Já. Þannig að það er auðvitað vert að huga því, auðvitað. Já. En við þökkum sjálfsögðu Lavazza kærlega fyrir. Og við gerum svona fastlega ráð fyrir að fólk sé með þetta á milli lærana. Jafnvel í klofinu, klofvolt á leiðinni í vinnuna. Það er margir sem að... Og á leiðinni í brauð og kó föstudagskaffi á vinnustæðinu. Það er náttúrulega auðvitað eitthvað sem að... Trendar. Já, trendar og bara allir vilja þetta inn í. Bara veislu frá brauð og kó. Þú veist, við erum með snúðin, við erum með hérna... Gleymdu öllu sem þú ert að segja. Hættu bara núna. Við erum með súrdegsbrauðin, við erum með snúðana. Og við erum með hjónabandsæluna. Nei, ég teki það á þessu. Við erum með 9 ostaslöfurna frá þeim. Já! Það er í rugglinu. Það eru með chili. Herðu, já. Fariði núna, hættu öllu sem að gera og kaupið hana. Þetta er náttúrulega... Og ef þetta vantar á föstudagskaffi hlaðborðið, þá bara láti yfirmanninn heyra það, sko. Þetta er fáránlega gott. Ég vona að þetta hafi ekki bara verið eitthvað stönd í kringum bleikuslöfuna. Nei, já, en það var vissulega, Chili ostaslöfan á brauð og kó er besta ostaslöfa sem hefur verið búin til á Íslandi. Já. Þú ert að fakta þetta? Já, ég er að fakta þetta. Þetta var fáránlega gott. Þannig að þessi runa þín gleymið henni. Farið og kaupið ykkur ostaslöfu. Ég segi það. Og allt hitt má fylgja með. Já, sjálfsögðu. Herriði, já, það er nú á næga taka svo sem svona, hvað var þar þjóðhaginn í þessari viku? Já. Það var allur fjandinn í gangi. Það var ósætti meðal annars. Það var ósætti, það var dass af ósætti, það var dass af bjartsýni og svona alls konar. Ég er með svona fréttabút litla pillu. Já. Það verið að búið lítið pilla í bíger sem á að hjálpa gæludýrum að lifa lengur. Já, einhverjum kísum. Já, kísum. Já, ok. Það var ég tæmtur. Þú er bara búin með það. Já, ég sá þetta. Búin eftir það. Já. En nei, það eru einhverjum fréttir og svo það er nú endurkoma á milljónamæring vikunar. Já, langt síðan síðast. Við erum með þann lið lengi. Já. Og svo ertu við með líka, það er ennþá lengra sem varst með liðin Já, hvað heitir sá lið? Ekki bara nefna svona... Top 3. Hvað er best að gera? Top 3? Já, ráðgjöf. Það er best að gera í... ráðgjöf. Þetta er útselt ráðgjöf, þessi þáttur. Einmitt. Og no joke, þá var ég beðin bara af ungum dreng, sem var í atvinnuviðtali. Hann fraus. Hann fraus í spurningunni, nefndu ókost. Já, það er algengur tungubrjóti. Þetta er ein algengasta spurning sem spurði í atvinnuviðtölum. Fólk bara... Já, bara eitthvað, ég veit ekki, nei, ég ætla ekki að segja það. En ég tók mig saman og ég hef nú verið 1 til 2 vinnum og komist í gegnum þetta. Já. Þannig að ég ætla að deila minni reynslu. Hefurðu fengið þessa spurningu? Ég hef nefnilega fengið þessa spurningu, sko. Já, og ég hef svarað henni 4 liða og ég kem inn á það. Já, þú ætlar svarinni nákvæmlega eins núna og þú gerir það. Já. Nei, maður þarf svolítið að spila inn á viðmælanda, en ég kem með ráð. Já, skemmtilegt. Já. Herðu, en já, ef ekki bara demba okkur aðeins í fréttirnar, það var svona, sko, það sem að mér fannst, svona, það var verið að tuða mikið, í kringum, já, þú veist, það er verið að tala þú veist, þessar hækkanir á stýrivöxtum og allt í góðu með það, en svo voru vissulega einhverjir aðilar sem að vildu fá bætur vegna óverðtryggðu lánana sem að voru með, breytilegu vextina. Já. Hvar var þetta? Var þetta á Twitter eða? Nei, þetta er bara grein á rúv.is, sko. Já.
og þú veist, eins og ég tek undir það með honum Ásgeiri mínum, seðlabankastjóra, að þetta auðvitað bara út í hött að vera að biðja bætur, sko, fólk sem að tekur óverðtryggt lán, segjum bara 2020 á breytilegum vöxtum. Já. Það á ekki að þurfa að hafa, þú veist, fólk, þú veist, bara ríki, þú veist, hver sem veitir þetta lán á ekki að þurfa að hafa vit fyrir einstaklingnum, skilurðu. Nei, ég skilji. Það er ekki eins og það hafi verið trikkaður í að kaupa þetta. Nei, ég er að segja það, og það sem að gerist líka er náttúrulega eignamyndunin á húsnæðinu yfir þetta tímabil, þetta langt meiri heldur en vextirnir sem að fólkið er búið að greiða, sko. Akkurat, þetta er bara svona töð sem ég þol ekki. Já, ég gæti ekki verið meira ósammála. Nei, hættu þessu. Ég vil vaxta. Og ég er í raun sama sinnis með það sem gerist í hruninu með gengiströðulánin. Þú veist, já, í hruninu. Þetta er bara ábyrgð fólks, skilurðu. Já. Það á ekki að leiðrétta svona, þetta er bara áhætta sem þú gengur inn í. Þetta er eflaust umdeild skoðun, en þetta er áhætta sem þú gengur inn í. Þú skrifar undir pappíra með skilmálum sem útskýra þetta og samt að vera, þú veist, mér finnst allan að rétt látanlega að biðja bætur vegna þess að það er hægt að fela sig á bakvið að gengistryggingin hafi verið einhvers konar afleiða. Já. Og það er að leiðandi ólöglegt því að það er ólöglegt í svona neytenda tilfellum að láta þig gangin í afleiðusamning. Þetta finnst mér bara alveg gjössal út í hött að fara. Þar var sem sagt verið að vísa í svona ákveðin forsendubrest eða eitthvað svona sem að átti sér stað. Já, þú veist, það var náttúrulega leiðréttingin í hruninu byggði á einhvers konar, þú veist, það voru einhverjir skilmálar sem að voru ekki nægilega skýrir og svona núna á 2 árum, ef þú festir ekki vexti, þá er nokkuð skýrt að breytilegi vextir taka mið af breytingu á... Ég er að segja það, skilur. Hélt þetta fólk bara að þetta yrði bara paradísin endalaust bara næstu 40 árin? Ég veit ekki. Þetta er eitthvað heimskasta sem ég heyrt, sko. Ég verð bara að segja það hreint út, sko. Er einhver sem þú vill kalla út þarna sem þú talar að sé sá heimskasti sem þú er? Nei, ég ætla ekki að nefna neitt, þú veist, nöfn hérna, sko, en þetta er, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er búið að vera umræður líka á þingi. Já, þetta fór alltaf leið þangað. Mér finnst það bara það ómerkilegt dæmi, ég nenni ekki eins og að lesa ástæðuna fyrir því af hverju þetta fólk er að benda á þetta, sko. Að bæta þessar, að veita þessar bætur. Þetta er bara lán, þú tekur og þú skrifar undir það. Og ef þú vilt vera á breytilegum þá verður bara vera viðbúin því að þetta geti hækkað eða lækkað. Það væri samt næs eða kemur bætur. Er einhver að bjóða sér fram þegar vextir lækka? Heyrðu, mig auman, á ég ekki bara að borga ykkur ég sé að vextir búin að lækka svo mikið. Á ég ekki að borga ykkur tilbaka? Þú veist, nei, þú myndi aldrei sjá það, sko. Nei. Þannig að, þú veist, bara please, hætti þessu bulli. Ok, ég er sammálaður. Þetta er að hluta til sömuleiðis Ásgeir, hann vonast til þess síðasta lækkun hafi verið svo síðasta og ég tek undir það með honum. Er eitthvað svona Ásgeirs þema? Já, þú veist, hann náttúrulega Man crush vikunar, Ásgeir seðlabankastjóri. Hann ber ofta á góma þetta hjá okkur og ég hef sjálfur alveg þurft að éta honum með hatt, skilur ég meina, hann hlaut náttúrulega verðlaun fyrir í rauninni bara hæst reitaðasta seðlabankastjóra heims. Það hefur verið í heimi eða Evrópu annarkvort. Núna dögunum. Þannig að ég óskonum að sjálfsögðu til hamingju með það og Ásgeir átt að hlusta, þá er komin inn beiðni að fá því í viðtal sem að því miður hefur ekki borist svar við. Já, akkurat. En ég hef vissulega þurft að, ég hef verið ósammála honum. En þú ert sammála þarna? Með hvað? Með þetta vaxtabóta dæmi? Já, og hann náttúrulega talar að það sé út í hött og ég bara tek undir það heilshugar með honum. Akkurat. En eins og ég segi, það væri gaman að fá hann í þáttinn. Ég er ósammála á mörgum vígstöðum ennþá, þó að ég hafi einhvers staðar kannski mögulega þurft að éta hattinn honum í mig. En ég ætla ekki að fara nánar út í það kannski að svo stöddu. En svo er náttúrulega það sem er að gerast líka bara á fasteignamarkaðinum. Af hverju eru ekki að ræða það? Hvað? Já, þú veist, hvað heitir þetta Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Já, HMS. Voru að gefa út skýrslu í vikunni. Og þetta er alveg stórmerkileg skýrsla, þú ert hljóma eitthvað leiðilega að vera að lesa einhverja skýrslur, en það er fullt af skemmtilegum upplýsingum fyrir svona gagnaperra, sko. Grúskararnir. Og þú veist bara að skoða fjölda auglýstra eigna. Þú veist hver í fasteignunum? Grúskararnir þá? Nei, peningapésar. Ok. Þeir sækja í fasteignir. Þetta var heimst, sko. Það er bara peningapésar. Allavega, sko, í þessari skýrslu kemur meðal hans fram að 27% fólks er á óverðtryggðum lánum og breytilegum vöxtum.
sem er merkilegt. Maður hefði haldið einhvern veginn að það væri herra. Fleiri hefðu, þetta væri lægra sko, fleiri hefðu fest vextina, en þetta er náttúrulega vissulega eru einhver kaup búin að eiga sér stað núna síðustu mánuði þar sem fólk fer frekar í breytilega heldur en fasta sko. Þannig að kannski erfitt að áætla út frá þeirri stærð nákvæmlega. Já, þú sér það er alltaf skemmtilegast að koma niður rússíbanan. Já, ég veit það. Þegar Geiri fer að poppa sjampóið og lækka vexti, þú vilt koma niður þar. Ég segi það sko. Yfir breytilegt með þetta. Já, en það er svona margt í þessari skýrslu skemmtilegt og ber þá kannski helst að nefna líka fjöldi auglýstra eigna sem það er bara í hockeystick growth núna. Já, það sem til sölu. Já, og það er bara framboðir að aukast sem er náttúrulega stórkostlegt fyrir þannig eignalausa sem situr hérna á móti þér. Já. Og ég býð bara spenntur eftir framvindu og svo verður náttúrulega forvitnilegt að sjá, ég náttúrulega hef kastað fram þeirri spá hérna áður í þáttunum að ég búist við svona einhvers konar mini-greiðslufalli hérna mars til júni. Já, býtu, hver er nákvæmlega spáin? Ég ætla að skrifa þetta hjá mér. Já, ég náttúrulega tók Þú það ert fram að spá greiðslufalli. Nei, ég bara segja, þetta er byrjað að gerast núna. Þetta er strax byrjað. Fólk sem er á breytilegum vöxtum núna er farið að kvarta mikið og það er strax komnir miklu erfiðleikar. Já. Hvað sagðirðu? Það sem gerist á milli mars og júni 2003 er að það munu margir sem að tóku fasta vexti til 30 ára þetta er verið á breytilega. Það er ekki búið að breyta því nú þegar. Og þú veist, og þar eru vaxtagreiðslur að kannski að fara að tvöfaldast, skilur, á rúmlega það. Já. Hjá þessu fólki og greiðslubyrðin bara mun skyrocketa sko. Það gæti orðið erfiðleikar. Já, þetta er óábyrgt af mér, en þú veist, ég vil bara deila mínu skoðunum með hlustendum og ég náttúrulega, þetta er kenning sem ég hendi út fyrir ári síðan eila fyrst sko. Já. Svo núna í einhverjum þætti ekki fyrir, það var einhvern veginn sumar. Hvað er með greiðslufall? Hvað þýðir þetta? Ég bara, þú veist, að fólk standist ekki bara að skila á greiðslum, skilur, það er bara... Og mun þetta auka frambóð fastegna? Mögulega, ef þetta verður eitthvað skona... Taka bankarnir þetta ekki bara? Nei, svo er það, þú veist, hvort að bara hrækamannir... Kottur meg, að smá djúsað á okkur hérna. Nei, þetta er bara... Greiðslufall Íslands, mars 2023. Nei, ekkert Íslands, ég er að segja, það munu... Það er óumflýjanlegt að einhverjir munu lendi í því sem að kannski festu vexti á 4% og munu koma, hvað er markasvextir á þessu núna, 8% eða eitthvað, að fara upp í. Á fasteignum, jú. Já, þetta er kannski kringum 8%. Já, þú veist, þannig að tvöfald vaxtabyrði, það mun koma einhverjum illa og það mun auðvitað einhver lenda í vesinni. Hversu mikið það verður, ég veit það ekki. En það verður mjög spennandi þó ég, þú veist, ég er ekkert að tala í, þú veist, það gaman að þessu. Nei, ég ætla ekki að segja það, já, þú veist það. Það hlakkar í þér, greiðslufall. Einhverjir er í vesinu og einhverjir munu lendi í vesinni, en það verður spennandi að fylgjast með hvernig þetta mun þróast. Spennandi, segir hann. Já, því að ég býst fastlega við verðlækkunum á, þú veist, það var rosalega mikið tíska að segja, nei, verð mun ekkert lækka, það mun bara hægjast á vexti. Þú veist, ég þoldi ekki þetta seging, sko, út af því að ef þú skoðar bara líka núna það sem er að gerast að ég held að það sé óumflýjanlegt að með að við bara fjöldi auglýstra eigna hversu mikið það er búið að vera að hækka núna síðustu mánuði ég held að það sé óumflýjanlegt að við munum sjá verð lækka eitthvað aðeins en ég er ekki að tala um eitthvað hrun eins og var það á fasteignamarkaði 2010 Hvað var það í hruninu? 20%? Já, meira Þannig, já, mér minni það ég samt er ekki nákvæmlega viss á því sko. Nei, ok. En þú veist, þetta kemur bara í ljós og ég fylgir spenntu með á hliðalínu og kem svo að hyrðu upp brauðmólana þarna í mars til júni og það verður svo eignalausi orðin Eignamaður. Þá viltu fara að fá bætur á vextina En svo líka bara, þú veist, ef við tengjum þetta saman við Landsbankinn, það var náttúrulega gefa út spá. Já, leiðilt að komast ekki. Vinur okkar í Landsbankanum og þetta var auðvitað mikill viðburður sem okkur var boðið á en því miður þá sá okkur ekki fært að mæta, ég bara komst ekki. En þau voru að gefa út spá þess efnis að hagvöxtin. Þau spá 6,5% hagvexti. Og þá spyr ég mig, hvað er hagvöxtur? Hvað er það? En við skulum kíkja á það, en fyrst verðum við þetta að kíkja á díl vikunar hjá auka krónum með mitt Landsbankans sko. Og ég fann alveg svakalegan díl núna. Það er Caruso. Það er 10% endurgreiðsla.
að þú veist, þeir gerast ekki mikið betri. Þetta er Caruso í Austurstræti 22. Hér ertu að fá alveg þetta einn af þessum old school veitingastöðum. Ferlega gott valjú. Já, ég er með þess að fara á date þarna. Já, sér það. Sko, að fara á Caruso, hvað sagði endurgreiðslan væri? 10%. 10%? Já. Ég myndi treysta mér núna með vínseðilinn að taka svona 10 viskís á þarna á 2,5 og fá 2,5 bara beint inn í jólagjöfuna. Já, ég sér það. Já. Fara með góðan hóp, tökum 10 viskís ár, það er 25.500 og þú ert að fá 2,5 beint í aukakrónuna. Beint í aukakrónuna. Landsbankinn, við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið og hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að kíkja á þennan frábæra fítus aukakrónur. Svo er náttúrulega nýjasta. Þeir eru komnir þannig að þú getur borgað með síma og úri. Þetta ekki með snjallúr? Já, einmitt. Nei, við vantar úrið, sko. 10 viskís ár og hendir ísnum á posan. Er þetta ekki svona tæknís? Þú kallar úr alltaf ís. Já, það ekki það. Já, svona tæknís. Það er kannski... Plastið, rullar plastinn á posan. Einmitt. 10 viskís ár. Beint með úliðin á posan. Caruso, aukakrónur. En hérna... Í húsinu. En, já, sko... hagvöxtur. Já, hvað er hagvöxtur? Já. Sko, mér er svo gaman að fræða. Gaman að dreipa aðeins á þessu. Hagvöxtur er í rauninni ekki flókið, sko. Nei. Hugtak, þannig að, þú veist. Þetta er hagfræði 101, þú lærir þetta. Þetta eru ömulega leiðilegar formúlur. Já, sko. Þú nærðir þessu, svo heyrir þetta 100 sinnum á ári. Og það sem þú ert að hjálpa okkur er núna að komast aftur í rótina. Ég ætla ekki í þessa formúlu, sko. Hugtakið hagvöxtur er ekki flókin. Þú veist, það er bara hagvöxtur mælir í rauninni breytingu á einhver sem heitir verglandsframleiðsla frá ári til árs. Ég hef lengi haldið fram að við notum ekki nógu mikið orðið vergur. Nei, já, í mannlegu tali. Vergur þýðir í rauninni bara svona brúttó. Já. Og eða gross eins og talaður á ensku, sko. Þetta er svona vergur, þetta er svona frekar óþjált. Bara vergar rekstratekjur fyrirtækisins. Emitt. En sko, útreikningurinn hérna á þessu, þetta er rauninni svipaður bara svona mekanismi og útreikningur á verðbólgu. Þar er sagt, breyting á vísitölu neysluvers mæld á ársgrundvelli og gefin út mánaðarlega. Þú varst búin að fara yfir það? Já, búin að fara yfir það. En sko, hagvöxtur er bara í rauninni mældur eins, nema það er miðað við breytingu á vergri landsframleiðslu milli ára og það tíðkast aðalega að tala hagvöxt á hverju ári eða ársfjórðungi. Á meðan að verðbólgan í rauninni svona mælir alltaf 12 mánaða breytingu. Akkurat. Þú veist. En hvað er verg landsframleiðsla? Veistu það? Nei, maður spyrja einu fyrst. Já. Er það ekki talað að við séum in a recession þegar við erum með neikvæðan hagvöxt á 2 kvarturum? Spurning gefur til þín, herra prófessor. Nú veit ég ekki hvað er talað í því samhengi, sko, en það er nú bara talað á hverju ári. Þú veist, ef þú ert í neikvæðum hagvexti, þá er samdráttur. En allavega, hvað er verg landsframleiðsla? Við skulum fara yfir það. Þú veist, einhverju kannast við þetta væntanlega undir enska heitinu Gross Domestic Product. Já, GDP. GDP. Akkurat. Og það sem það mælir, verg landsframleiðsla, það er í rauninni fyrst og fremst bara verðmæti á öllum vörum og þjónustu sem er framleitt á landinu bara árlega, á hverju ári. Og svo lengi sem að þau verðmæti er að hækka, þá er hagvöxtur, þú veist, í landinu. Það er bara ekkert flóknari það. Það er talað neikvæðan hagvöxt, það er þá í rauninni bara, þá er verg landsframleiðsla að lækka. Ætti það ekki að vera haghemlun fyrir ykkar? Já, eða hagsamdráttur, eða eitthvað þannig. Það er eitthvað aðstæðlegt að segja hagvaxtar samdráttur. Já, eða bara neikvæður hagvöxtur. Já, neikvæður hagvöxtur, við skulum bara halda okkur við það. En sko, við á Íslandi erum nú búin að vera á nokkuð góðu svona hagvaxtarskeiði síðastliðin ár. Fyrir utan reyndar COVID-árið mikla hérna 2020, þá var 6,8% samdráttur. En á milli 2010 og 2019, þá var samfelldur hagvöxtur í landinu og sko þessi samdráttur 2020, það er næst mesti samdráttur frá 1945 samkvæmt gögnum Hagstofu. Það er það sem ég náði aftur, sko. Sem sagt, næst mesta neikvæða hagvöxtur. Ok. Og hérna, það er aðeins einn atburður sem geti komið núna til greina sem sigurvegar í þessum samdrætti og hagsamdrætti, hvað sem við viljum kalla þetta. Og er eitthvað sem þið dettur í hug? 2020? Já, það er aðeins einn sem hefur sko verið
Mér er svo erfitt að tala þetta í svona, þetta svona mínus verður Plus, já. Þetta er bara í þessum samdrætti. Já, sko, ég er náttúrulega svo týndur. Ertu að tala 45, 2020 eða núna? Nei, ég er að tala frá 1945. Já. Þá þessi samdráttur 2020 í hagvexti sá næst mesti. Já. Á ári. Já. Og eitthvað ár sem þeir svona dettur í hug, eða atburður sem að samdrátturinn gæti hafa verið meiri? Heldur þetta? Ekki bara banka? Já, það bankarhrunið. Já. Það hrunið. Það held ég sko, það var 2009. Þá var 7,7 Já, en það var 6,8 2020. Já, hvað gerist 2020 sem að... Já, hvað meður þú? Ertu að djóka það? Nei. Já, COVID. Það var að Var það? Hættu þessu bulli. Ég held að það hefur verið falla Íslandir eða ég veit. Nei, gamli góðu COVID, munum að ganga með grímur og verja úr gegn hagu. Þetta er ekki búið. En svo það verk landsframleiðsla Íslands 2021. Eitthvað svona tala sem þú vilt giska í íslenskum krónum? Hvað heldur þú að það hafi verið? Þetta er ekki hægt að... Nei, þetta, núna kemur upp sama... Það er svo góða líkur og lítur út eins og hálfviti, sko. Já, núna kemur líka upp það sama og þeirra lélegi stjórnmálamenn fara að tala um að við séum að spara okkur gengi. Einhvern svona gengiskostnað. Þetta er 1 milljarður í sparnaður í gengi, einhverna gengiskaupum. Sem kom í baki að þessu ári seinna. Ég veit það ekki, sko. Þetta er bara svona, þetta eru þannig tölur að þú getur fleygt þeim fram og þær eru það stórar og mikilvægar að það skilur engin samhengi. Stórar og miklar. En sko, verk landsframleiðsla Íslands í fyrra, 2021, það voru tæpir 3.300 milljarðar. Já, akkurat. Sem auðvitað ágættir summa en þetta er bara þannig upphæð að þú skilur þetta ekkert, sko. Já. Já, það er alltaf að tala um gjaldeyrisparnað. Þegar ég segi 3.300 þá vantar sér að 9-0 aftan á það til að mynda 3.300 milljarðar, sko. Þannig að þið sjáu það að þetta er samt langt frá því að vera nálægt auðæfum Elon Musk. Þetta er svona áttfalt minna. Heldur múskarinn? Heldur múskarinn. Já, hann er 8 sinnum stærri en við. Já, 8 sinnum stærri en Ísland. Það er sko, miðað við þetta séu 25 milljón bandaríkjadólarar eða svo. Þetta er nú sem, er ég að rugla hérna? Ég veit ekki. Þetta er svo stórar tölur, sko. Já, ég er að segja það, þú bara getur týnt öllum þegar þú segir 2000 milljarðar, þá næri enginn samhenginu. Nema Ásgeir og einhverju doktorar í hagfræði. Já, segjum bara hérna setjum 140. Já, þetta eru 23,5 miljard bandaríkjadólarar sýnist mér. Já, ok. Já. Þú veist, eitthvað svo leiðis. Og múskarinn er 8 sinnum það? Hvað er það? 100 og eitthvað? 80 eða? Já, 200. Er hann ekki eitthvað í kringu það? Jú, það skiptir ekki máli. Áfram með smjöri. En svo er annar metrik í kringum þessa verku landsframleiðslu sem að vert að skoða. Það er verk landsframleiðsla per íbúa. Oft er talað um GDP per capita. Já. Og þar er heildarverðmætunum sem ég nefndi áðan bara hreinlega deilt niður á íbúafjölda hvers lands. Og þar kemur Ísland nokkuð vel út þó við séum kannski ekki við erum ekki best í heimi hérna. Já, drollur. Já, við erum ekki, sko, við skulum bara fara yfir þetta hérna og nú er ég að fara inn á í rauninni Wikipedia tjartið, sko. Fyrir alla sem er í háskóla, þetta er frábær heimild. Nei, það er nefnilega málið það. Þú mátt ekki sem háskóla, einstaklingur háskóla nota Wikipedia sem heimild. Hefur ekki heyrt HR-trixið það? Já, og að fara svo bara í reffana niðri. Nei, það er að þú kemst upp með að skila meistarritgerð með Wikipedia heimild átt inn eina sjampó. Já, það. Þetta er HR-trixið. Já, ég varð ekki var við það. Mikið notaði fjármálaverkfræði. Já, einmitt. En við sko, samkvæmt þessari töflu, þá er Ísland í 14. sæti yfir verga landsframleiðslu per íbúa. Og þetta eru $74.000 tæpir á hvern íbúa. Á kjaft. Já. Og þarna, sko... 10 kúlur og kjaft. 10 kúlur og kjaft. Já, eitthvað svo leiðis. Svo, mér fannst alltaf, voru ekki Bandaríkin yfirleitt að trölla ríða þessu metrik? Er þetta ekki Noreg, Sviss, Singapore? Jó, Noregur er í 7. sæti, Luxemburg í 3. Svo er sko Liechtenstein og Monaco í efstu 2, sko. Þannig að en já, Bandaríkin eru held ég sko með hæsta GDP, þú veist.
bara Já, akkurat. Ég kannski bulla, kannski Kína með stærra en hérna, við getum bara komist að því, en hérna, það fer nú okkur ekki vel að vera að gera þetta í beinni, en það er hérna Bandaríkin, þau eru með hæsta GDP og þau eru stærri en Kína náttúrulega, þó að Kína séu talsvert fleiri sem búa, ég held að það séu þrefalt fleiri sem búa í Kína en í Bandaríkjunum. Já. Það bil, hérna, þannig að vel gert hjá Bandaríkjunum. En svo er náttúrulega líka, sko, þessi hagvöxtur, þetta er auðvitað umdeilt fyrirbæri. Já. Þetta tekur náttúrulega ekki tillit til vöru og þjónustu sem eru á svörtu markaði. Nei, sem er ekki seld á markaði. Já, akkurat. Og svo er náttúrulega líka, þú veist, umhverfisfaktorinn. Hann er alltaf farin að vega meira og meira í þessari umræði. Hann telur ekki inn í GDP sem sagt. Nei, inn í hagvöxt. Nei, en það er verið að tala um það að, þú veist, það hefur náttúrulega lengi verið rætt að endalaus hagvöxtur er ekki góður fyrir umhverfið. Nei. Við getum verið sammálið það. Já, ég veit ekki. Nei, þú veist, og mikill hagvöxtur til lengri tíma er ekki gott fyrir umhverfið. Já, það fyrir eftir, jú, kannski. Það sé alveg hérna. Það fyrir eftir, að setja fjárfestinguna í lausnir sem að gera hlutina endurnýtanlega, þá kannski. Já, en þú veist, ég er að tala um hinga til hefur það ekki verið. Það er eins og málið, það er að miklu leyti endurnýtanlegt. Það er aldrei að vita að það verði þannig í framtíðina, það hefur ekki verið hinga til. Eða pappír, ég ætla að tala um pappír. En allavega, þetta er svona, hérna er svona að dreipa á þessu. Þannig að það er gott að fá svona smá samdráttabólgu inn á milli. Já, ég held það og þannig virkar bara hagkerfi að það kemur alltaf einhver smá skellur og hann er oft sko, skellurinn er stór en svo eru þrepin upp á við minni sko. Já, svo kemur stór. En samt að meðal hagvöxtur sko á Íslandi á milli 1900 og 2000 það voru 4% á ári sko. Þannig að hagvöxtur. Já. Er það ekki Kína sem er fixt 7% í þessu? Aha. Minnur að 7,75 eða eitthvað. Ok. En það er svona enn eitt dæmið það er oft kannski lítið að marka opinbera tölur eins og þú segir, að vantar svarta kerfið. Er þetta mælt nákvæmlega eins milli landa? Er þetta kannski bara aðeins svo stór tala fyrir fólk til þess að ná almennilega yfir hana? Já, ég þekki ekki. Þetta var allan að mitt innlegg í dag, svona sæmileg blanda af tuði og fróðuleik. Þú ert svo með einhvern, milljónamæring vikunar? Já, ég er með það. Sko, hvað sagður Ísland hafi verið með? 4%? 4%, já, meðal hagvöxt, já. Veistu meðal hjá Kína, viltu giska? Frá 1989. 1989, já, þannig til núna? Já, það er alveg meira. Þú veist, það gæti verið þess vegna 10%. 9%, það meðaltali. En markmiðið var þarna 7,5%. Já, svakalegt maður. Það er vélinn í fullum gasa. Heyrðu, ok, ég er einmitt sko ástæðan fyrir að blanda Kínin í þetta. Milljónamæringu vikunar. Já. Ying Jiang Shen. Ying Jiang Shen. Kveikir það á einhverjum bjöllum hjá þér þegar ég segi rusl drottningin? Nei. Queen of Trash. Queen of Trash. Já. Hver er það? Eða The Waste Paper Queen. Nei. Og það er ekki sagt í neikvæðum tilgangi. Nei, hvað er með það? En það er hún Ying Gang Shen. Ying Gang Shen. Já, Queen of Trash. Og hún er á topp 400 í heiminum, ríkast fólk. Ok. Eitt með kínverðana kannski. Það er aðeins allavega fæti á þeim og eins og áður hefur komið, þessi Forbes-listi er ekkert heilagur sko. Nei. Við getum bara sagt að hún er molduð. Já. Hvar nákvæmlega hún er á listanum? Hún á fyrir salti í grautinni sem hvernig þetta segja. Ég ætlaði að koma með eitthvað sniður ég gefst upp til aðmyggju. Sko Pipar ég vel, nei það sem er svolítið spes ekki spes, það er alveg bara svona umleikur hana, hún talar ekki við fjölmiðla og hún gefur eiginlega ekkert kost á sig til viðtala. Þannig að ég fann greinar sem er eiginlega flestar hana bara frá árabilinu 2005 til 2007 þegar hún er að setja fyrirtæki sitt á markað. Svo hefur hún bara verið silent but deadly í því sem hún er að gera. Sko, spólum aðeins tilbaka. Hún er 1/8 systkina, fædd við rússnesku landamæri Kína árið 1956. Hér að þarna í norðrinu, ískalt, nokkuð skít, erfitt uppeldi. Flytur til Shenzhen og fyrir að vinna í svona paper trading. Og það er sko, ég fór að velta með paper trading. Þú hefur hort á Office. Já, þú veist, nei, ég hef séð einhver brot. Ég hef reynt að koma mér inn í Office svo lengi. Get ég ekki rétt að við, ok.
Ég ætla að gefa einhverjum hugmynd. Þetta gæti verið svona kínverska office. Já, það náttúrulega paper trading. Já. Selja pappír og jari. Já, skúpum þessu bara út. Ok. En sko, grunninn af velgengninni, hún byrjar í þessu upp úr 80s. Já. Getur sér gott orðspor sem hörð. Hún hörð í horn að taka. Já. En hún er svolítið eins og slagorð Pingjunar. Já. First en sanngjöld. First en sanngjöld, einmitt, já. Og einhver dæmi það að hún sé sanngjöld eða? Já, það nefnilega, það tekið orðatiltæki þarna sticks and carrots. Já. Það sem að hún lemur á þeim sem að skýta á sig. Já, einmitt. Og blæst þá upp sem að mjög hörð en sanngjöld. Já, einmitt. Og sko, grunninn af velgengninni kemur samt að hún þarna byrjuð að braska í þessu pappírstæmi. Og hafði stofnað í fyrirtæki og var að reyna að flytja inn sem sagt pappír til Kína. Já. Þannig að þegar uppgangurinn að hefjast upp úr 1990, eins og við talum, 9% hagvaxtarskeiði, 89, 90, það mikið að gerast. Já. Og það sem ekki flesti vita á þessum tíma, það var bara vöruskortur í Kína á ansi mörgum vörum. Þau voru ekki orðið svona framleiðslu land heimsins. Nei. Og höfðu bara ekki sama aðgengi að öllum hlutum. Þannig að, fylgir sögunni, skiluðu manni sinn, flytur árið 1990 til LA. Byrja með kínverskum manni sem var tannlæknir, talaði ensku. Og þau fara saman í það sko, að finna scrap metal sem bara brótajárn. Og endurunnin pappír sem sagt til þess að senda til Kína, vinna þar og breyta í pappírsvörur. Þannig byrjar þetta. Hún hafði verið að treyta pappír. Það hefur verið svona smá flip. Já, ég veit það ekki. Hún allavega sá það bara, heyrðu, ég þarf að tryggja mig frambúðar hráefni, fyrir til LA, byrjar að kaupa brótajárn og notaðan pappír til að endurvinna í Kína. Endurvinnsla kallið minn, hagvöxtur. Þetta kemur að þeim og saman. Heyrðu, hún endist ekki lengi þarna, LA. Hún sér samt og algjör first mover í þessu, bara í Kína, að flytja til annar landa til þess að fara að koma með svona hráuru heim. Endist ekki lengi, þau eru komið til Hong Kong 95 og þar stofnar hún ættarveldi sem í dag heitir Nine Dragons og á markaði. Kannski flettið þeim upp á meðan. Á tímabili var hún stærsti einstaki innflytjandi á vörum frá Bandaríkjunum til Kína. Og hún var að flytja hvern gáminn á fætur öðrum af því sem að menn eins og þú kalla rusl, en hún kalla verðmæti. Og hún endurvann þetta í Kína. Það oft hægt að finna verðmæti í ruslinu, sko. Já. Þetta skráð á Hong Kong markað. Já, stofnar þetta 95 og þetta skráð 2005 á markaði í Hong Kong. Þetta nú búið að vera í smá niðursveiflu núna, síðan það árið allana. Þú kannski aðeins að stela með rjómanum hérna í súpuna. Fyrir ekki. Ok, ég fyrir bara beint í það. Nine Dragons að treyta 6,47 price to earnings. Já. Það myndir þú kannski einhverju sjá sér tækifæri að stökkva inn. Það frekar lágt, sko. Já. Ok, aftur tilbaka. Stofnar þetta 95 og svo ætlaði bara, þú veist, þetta átti bara að vera móli sem áhugavert. Hún hefur lítið sem ekkert söðlað flestir milljónarmæringar sem við erum með. Já, fara á eða þú veist, það bara, heyrðu, byrja í banka, kaupa bjórverksmiðu, byrja í bjór, kaupa í banka, flugfélag, veitingastaður, þú stoppar aldrei. Það stoppar aldrei. Þetta svona fík. Já. Hún bara, heyrðu, þetta bara með business og þetta sýndist mér. Þetta stærsta fyrirtæki af þessum iðnaði í Asíu og eitt af stærstu fyrirtækjum í heiminum þegar kemur á svona paper trading, recycled paper, pulp. Veistu hvað pulp á íslensku? Pulp fiction? Nei, pulp paper. Nei. Kvoða. Pappírskvoða. Já. Það annarkvort það sem hún kaupir eða býr til. Er það ekki samt, þú veist, ekki trjákvoða? Er ekki talað það? Jú, ekki pappír úr trjám eða? Það er það sem ég að segja, sko. Þetta eitthvað svoleiðis. Skrifa bara paper pulp og leiðréttu þetta. Það kemur fram að hennar pappír í Kína sé að mestu notaður undir Made in China, stimpilinn góða. Það er að segja, hún á svo stóran hluta í öllum pappír sem búin til Kína að við höfum örugglega öll komist í tæri við hennar handlag. Og því að mikið af þessum pappír, bara eins og hérna Lavazza Casamana, ef þetta er Made in China, mikla líkur að þetta komur frá henni. Er hann Made in China? Ég veit það ekki. Það er óábyrgtaður. Kannski pappírinn, en kaffi er ekki gert. Við vitum öll hvað það er. Það er Ítalía. Sko, svo er það hérna á lokum, ekki hennar quote, en það er sagt við hana, en nú fer ég yfir á ensku, við fólk ásögnar. Waste paper is like a forest. Paper recycles itself. Generation after generation. Pappírsafgangar eru svo skógur.
þeir endurnýja sig kynslóð eftir kynslóð og þetta hefur lifað með rusldrottningunni bara síðan. Hvað hún gömul, sagðirðu? Ég held að ég fætt 56 66 ára. Já, og fjölskyldan á ennþá 66% í fyrirtækinu. Sá hérna market capi á þessu var 23 miljardar jena, þannig að maður hefði nú kannski má hugaleikum með hvað kínverska jeni í dag. Þetta kannski Hong Kong dollars? Ég veit það ekki, ég er ekki með þetta fyrir fram mig. Hong Kong dollars. En þannig að hún hefur bara verið í þessu, hún er ekkert að stækka eignasafnið neitt. Ekki neitt. Athyglisvert, því að hún tekur regluna hans Johnny, Jóns Ásgeirs, hann talaði að ekki fleiri en 8 fyrirtæki. Var það ekki svo? Var ekki 7? 7 eða 8. Það góð regla. Já, mjög góð. Góð og gild regla. Hún örugglega bara ekki fleiri en 1. Það gamalt húsráð. Svo lengi sem þú býr til cash, ég sem eina. Ég segi það. En já, þetta bara... Já, skemmtilegt, takk fyrir þetta. The Waste Paper Queen. Takk fyrir þetta. Ég held sér líka fyrsta... Nei, þetta önnu konan held ég, sem við tökum. Já. Það bara, er það ekki bara búin að taka þetta 4-5 sinnum með það? Milljónum mæringa vikunar? Já, þetta kannski bara, oftar. Þannig að það hallar á kvenkyni þar. Já, við vorum með Japana, við vorum með Rússa, við vorum með Múskaran, við vorum með Frakkan. Já, þú tókst Múskaran? Já, við vorum með Normaninn, við vorum með Hana. Tókstu Múskaran? Sérstaklega? Já, við vorum með Músk. Heillanga umræði Músk, hann var í x.com, fyrir í PayPal. Já, auðvitað, alveg rétt, þú tókst hann. Skemmtilegt. En herru, þá náttúrulega ráð, áður en við förum í þinn æsispennandi, ég ekkert eðlilega spenntur fyrir liðnum þínum. Ok. Þrjú ráð eða eitthvað svoleiðis, hvað sem hann heitir. En það náttúrulega Gorilla vöruhús. Já. Og sko, það annað sem við þurfum bara að koma inn á. Það eru svo fáránlega margir núna í þessum sporum að ætla að vera ríkir í Excel. Hefur ekki heyrt þetta? Jú. Hann búinn að græða helling í Excel. Það fylgni á milli þess að vera netbankakúriki og verða nýríkur í Excel spekingur sko. Ég held að séu flestir orðnir ríkir í Excel áður að gera eitthvað. Og þeir eru bara búin að reikna út hvað verða ríkir á þessu. Og þá fara að segja og þá verður þetta fjandans. Sko, og ég ætlaði bara að segja, venjulegt svona P&L, profit and loss, hjá nýríkum í Excel. Innkaup 10%, flutningur 10%. Snill, bara komið vöru til landsins á 700 kall, selan á 9,9. Þú veist, þetta er bara 90% hagnaður, gróði. Hugsaðu hvað margir svona. Því fer fjarri. Já, sko, það sem þau gleyma, það er vaskurinn. Að öðru leyti er þetta bara 80% hagnaður. Tollar og... Já, og sko, hitt sem ég ætla að segja, það sem allir nýríkir Excel gleyma, er að gera ráð fyrir eigin vinnu. Því að vandamáli það er lang einfaldast að fá hugmyndina og komin til landsins. Aðal harkið er að komin inn á kúnana og bara í hendurnar á þeim. Og við netbankakúrikana eða svona e-commerce kúrikana, þá þarfst að díla við leiðilega kúnana. Þú þarft að fara út í pósthús, þú þarft að pakka vörunni. Þú þarft að vera með lager. Þú þarft að díla við starfsmanni sem var þunnur á mánudaginn og mætti ekki, sko. Þannig ætlaði þú að vera nýr á lager á mánudaginn. Og þú veist, ég ætlaði svona að koma inn að það, sko. Hvernig væri að losna bara við þetta? Einu mennirnir á landinu sem getur gert þið ríkan í Excel, Gorilla vöruhús. Er þetta ekki sammála? Það hörkupunktur hjá þér. Já, þeir eru svolítið að sem hjálpa litla einherkjanum að temja góruluna í Excel. Því að þú veist, Excel-skjarið hjá þessu nýríku. Sleppir ekki lausri. Nei, þú verður að temja þessa górulu. Því annars verður aldrei alvörunni ríkur. Og málið bara, Gorilla vöruhús, sér lagerinn, sjá sendingarnar, sér flutningin. Þeir sjá þennan þunna starfsmann sem mætti ekki á mánudaginn. Þú þarft ekki einu svona spá í honum, sko. Þannig að þetta er mega tímaspartnaður. Já, ég segi bara eina vitið eða úr með lager eða eitthvað með húsnæði, þá segi ég bara liquidate. Liquidate. Heyri Gorilla vöruhús strax og það mun spara ykkur mikinn tíma og kostnað. Og hver veit nema einhver af þessum Excel töffurum verði í Excel ríkur. Já. Það er aldrei að vita. Herðu, þökkum þeim kærlega fyrir Gorilla. Yngvi. Nú er komið að því. Já, það er pressa. Það er mjög langt síðan við vorum með þennan lið. Já, en þetta á beiðinni, ungur hlustandi á austan, hann er kominn á Mölna og hann er í Bobba. Málið er nefnilega, whether you like it or not, þú þarft í 90% tilfella að skella mannustjóra til þess að komast í draumagigið. Er ekki lægi að tala skella? Þú veist, það er svona smjaldra og ég fekk, nákvæmlega þannig fekk ég vinna á ónefndum stað. Já, með því að skella mannustjóra. Hitti mannustjóra á einhverju X-ráðstefnu eða svo leiðis og fór að spjalla og ég vissi ekki einu svona að þetta væri mannustjóri, sko, þess að tiltekna fyrirtækis þegar það samtal hófst. En svo, bara í framhaldi af því, þá fekk ég mail og sendi og mér var bara búið vinna fljótlega en
Já, allavega. Það kannski fyrsta ráð, bara skella á árshátíð. Já, það fyrsta ráð, já. Það ráð 0. Ráð 2 og fær ekki vinna, skalla, mannauðstjóra á árshátíð, gæti ekki, ólíklegt. En sko, eitt sem ég þekki, sem á business, hann sagði mér, góðu mannauðstjóri er svo góð rótþró. Rótþróin á að hægja á flæði skólps og passa að sé ekki gegnum streymi beint í gegnum tankinn, skilur mig? Já. Sérst á mannamáli. Þú ert að tala að hann eigi að koma í veg fyrir spillingu þá eða? Já, sko, á mannamáli. Það sem þessi maður áttu við er að góðu mannustjóri hleypir ekki skólpinu inn í fyrirtækið. Hann er rótþróin, skilur við? Þú vilt ekki að renna einhver skítur inn í fyrirtækið. Þannig að hann sagði sko, góðu mannustjóri en svo góð rótþró. Ég held sé að koma sér rétt frá mér. Já, bara halda áfram. Já, en ok, allavega, eina algengasta og erfiðast spurningin. Skulum bara henda þessu til öryggis. Kannski einhver pípari leiðrétt okkur. Þetta leið og þetta hljóð heyrist það fyrir okkur allri ábyrgð á öllu. Já, bara leiðrétta mig, eða einhver pípari. Ég held bara góð mannstjóri eins og góð rótþró. Ok. Sko, eins og ég segi, eina algengasta. Þannig að þú ert í raun að segja að mannustjórar séu rótþró fyrirtækja. Já, ég þarf kannski að fara yfir þetta, ég fekk það frá honum, það heyri honum hvort hann hafi ekki átt að við þetta. Ok. En sko, ein algengasta og erfiðasta spurningin er þegar þú spurður út í ókosti. Og þetta kemur bara flatt af fólk, hverjir eru ókosti þínir? Hérna eru svona topp 3 ráð til þess að hylla mannustjóra með þetta. Ok. Og sko, margir alltaf eru að tala um gamla kvilla, hvað er búin að bæta og svona. En fyrsta trix í þessu er svona það sem virkar best, bara langheiðalegasta svarið. Þegar einhver spyr, Arnar, hverjir eru þínir ókostir? Það er að segja, þú sést alveg hrikalega kýtlinn. Því að, þú veist, þetta er bara svar sem þau steinleikja. Þú getur ná góðan það er ekki þetta að ræða þetta eitthvað frekar. Nei, þú veist, þú ert að nýta þessa spurningu til að jarða mannustjóran. Og ég meina, hvað ætlaði að segja? Er það slæmt á sér kýtlinn? Nei, þú veist, það vita allir að þetta er ókostur að vera alveg hrikalega kýtlinn. Það er nú ágætis líkur að þú sért svona komið neðarlega í valið strax bara Aldrei klika. En sko, ok, næsta. Og sko, sumar típur fíla bara hreinskilin alveg í botn. Þannig að þetta er svona 50-50. Það er að taka bara, hvort þið er rétt ekki, að segja ég er alveg hrikalega slæmur í glasi. Já, þetta er náttúrulega þetta að segja þetta. Já. Úff. Nei, sko, sumin er bara að fíla þetta. Það eru mannustjórar sem bara, já, ég fíla hreinskilin. Já, þú veist, ok, já. Svo kannski láta það fylgja, ég er edrú í dag. Gæti virka. Sko, að síðasta, sem er svona pínu riski, en þegar þú spurður, Arnar. Viltu meina að þetta sé high risk, high reward? Já, þetta er það. Fólk sagði það samt, sko, ég er að gefa 3 kosti út því þú þarft að svona meta hvað. Kall, miðum aldrei, hann er búinn að gera eitthvað skemmtilegt í lífinu. Nei, sannlega ekki. Já, mjög líklega. Ung kona, hún fílaði þetta. Þú veist, lesa bara línuna. Einmitt, já. Ok, þriðja, síðasta. Pínu riski. En það er, þegar þú spurður út í ókost, þá er langbest, þetta er eiginlega þægilegasta ráðið, þótt að sé pínu riski. Það er að tala á sért í stjörnumorkinu Vog eða Meyja. Arnar, hver er þinn stærsti ókostur? Ég er náttúrulega Vog. Já, þá átt að segja, já, ég er náttúrulega Vog. Og láta fylgja. Það er ekki að blanda stjörnuspeki inn í þetta. Nei, sko, láta fylgja, því að þetta er náttúrulega, þetta dreifir umræðinni. Þau fóru að hugsa, já, hann er Vog, býtu, þá kemur strax. Þú veist hvað, Vogin getur verið þrifagjötn á kaffistofunni. Þú veist hvað við erum oft áruvökul. Þannig að þú er raunin að þykjast vera allavega sérfræðingur einhvers staðar. Já, og þú veist, þú er svona dilúta samtalið. Já, og jafnvel að segja, hvað, veist ekki hvað Vog? Já. Þú svona setja þig á hærri hest. Í rauninni, þú ert að ná yfirhöndinni. Já, þetta er eins og, þú ert að dóminera dóldi þannig. Já, akkurat. Þetta er alveg alfa move, sko. Þetta er það, þetta er mest riski múfið. Það er að segjast vera Vog og vera síðan tilbúið með af hverju Vogin hefur hann ókost. Svo að lokum. Nú ertu með 4. Já, 4. Sko, og þetta er eiginlega fáralegt. Þetta er bara kallað kamikaze. Þú er góða líkur að bara e-mailniðinu verið hent, prenta út og hent. Það vil bara dreift og aðra ekki ráða þeirra. Já, gæti gerst. En þetta hefur virkað. Ég veit að þetta virkaði. Og þá segir sem sko mannustjórinn, Arnar, hver er þinn stærsti ókostur? Og þá svarar þú, Yngvi, hver er þinn stærsti ókostur? Og þá kemur svona ísköld vandræðileg þögn. Með speil. Kemur ísköld vandræðileg þögn. Svo segiru, þetta er minn stærsti ókostur.
Byttu nú við, ok. Þú sér spyr spurningan tilbaka og mannustjórinn fær örugglega bara hroll hvaða hálfvita er ég að tala við og þá segirðu, þetta er minn stærsti ókostur. Já. Þetta er fárlega riski. Þetta er alveg, það getur aldrei neitt gott komið út af þessu. Þannig að þetta er raunin að segja sko, þetta sem þú ert að hugsa núna er ókosturum minn, bara að þú sért bara hálfviti. Já, flott, þú fattar þetta. Já, þannig að það er engar líkur á að þú náir einhvert í sko, með þessu. Eins og ég segi, þetta er mjög risky move. Já. Ég mæli frekar með í þessari röð að byrja á stjörnuspekinni, kýtlinn, hreinskilinn og spurja spurningunum tilbaka. Já, einmitt. Skemmtilegt, já, dómineringin þarna á stjörnuspekinni var skemmtileg, sko. Herðu, þetta var mjög skemmtileg móli. Ég þakka kærlega fyrir þetta innlegg. Sko, ef þetta fellur í ógrýttan jarðveg, eða grýttan, hvort viljum við þetta falli í grýttan eða ógrýttan? Ég veit ekki. Þú verður bara dæmi það. Þá tek ég kannski 3, hvernig á að svara hver er þinn kostur? Ég hef oft verið spurður líka. Já, einmitt. Það er aldrei að veita nema að hann sé bara í næsta þætti eða bara fljótlega, skulum segja það. Ég skal hugsa um því. Þá held ég að þessu sé lokið hjá okkur hérna bara í bili. Við viljum kannski minna á postlistan, Pingjubandalagið, við erum ekki nógu duglegir að minna á það í byrjun þáttar. Pingjubandalagið, pingjan.is, skráðu þig á postlista og þú munt fá vikulegt fréttabréf. Það kemur á morgun, það næsta. Já, og það er náttúrulega leikur í gangi. Ég er að fara að henda 10.000 króna gjafabréfi. Einhverju sem hendur í CC. Já. Við erum að taka það fram í fréttabréfinu. Já, við erum að gera það. Akkurat. Herriði, þá bara þakka við kærlega fyrir og munið að taka kvittun. Já. Góða helgi.